Bræður, ég vil bera vitni til dýrðar og heiðurs Guðs míns. Því fyrir það bil 7 eða 8 mánuðum talaði heilagur andi til mín í spádómi og sagði mér að á vinnustað mínum, þar sem ég starfa sem tónlistarmaður í sinfóníu hljóðsveitinni, myndi eitthvað mjög alvarlega gerast, en að ég ætti ekki að hafa áhyggjur því hann myndi gæta lífs míns. Og það var þannig, bræður, að ég hélt af stað til vinu mínar. Ég gerði hlé áður beint fyrir framan byggingu samvinnufélags þar sem ég afhenti nokkur skjöl. Ég tafðist í það bil 10 til 20 mínútur. Ég lagði svo aftur af stað á mótorhjólinu mínu og Guð lét leigubíl fara framhjá á sama augnablikki og sprengjan sprakk fyrir framan flughérstöðina. Hann verndaði mig og mótorhjólið mitt var einnig að skjóli því ég satt á því tilbúin að leggja af stað, en ég fann aðeins hvernig hægri höndin mín slasaðist og ég á henni hef ég skurði, auk þess hef ég 8 aðra skurði á líkama mínum af sprengjubrotnum. Ég get sagt ykkur að Guð gerði kraftaverk í lífi mínu, því eftir þetta talaði faðir minn aftur til minn í spádómi og sagði að Drottinn vissi að ég bæri mikla löngun í hjarta mínu og sú löngun var að geta faðnað hann til að þakka honum fyrir allt sem hann hafði gert í lífi mínu. Og Guð sagði við mig, ég faðmaði þig, ég gætti lífs þins og af miskunn mínu við þig, son minn, leyfði ég ekki að þessi stofnum yrði algerlega eyðilögð né umhverfi hennar, því það vantaði aðeins 5 gasflöskur til að springa. Þess vegna vil ég veita föður mínum dýrð og heiður. Ég vikna til að gefa heiður og dýrð Guði, að Drottinn í sínu heilugu spádómi sagði mér að ég myndi ganga gegnum reynslu þar sem Guð yrði viðstaddur. Ég deili með ykkur, bræður og systur, að ég var mjög óhlýðinn, heimskur og hræsnir fullur gagnvart Guði. Inni í kirkjunni var ég einn maður, en úti var ég annar og gaf slæma vitnisburð. Þannig var það, bræður og systur, að þegar ég ók mótorhjóli til vinnu var ég syfjaður og sofnaði stund. Þá keyrði ég á tré og var í dái 16 daga með alvarlega höfuðárekstrar skemmdir framan á höfði og taugatengsl rófin. Samkvæmt læknisfræði hefði ég ekki átt að geta talað aftur, en Guð til dýrðar gaf mér röddina tilbaka. Samkvæmt læknisfræði hefði ég ekki átt að geta gengið og átti að vera kvadriplegiskur, en í dag heiðra ég og dyrka Guð, bræður og systur, því ég get talað, ég get gengið og Guð hefur gefið mér vinnuna mína tilbaka. Ég vil einig segja ykkur að eftir slysið myndaðist blóðtappa í mér og meðan á biblíunámskeiði stóð þegar systir okkar María Lúísa var að biðja, fékk ég mjög sterkan hósta sem leiddi mig á salerni þar sem ég hóstaði blóðtappanum upp munnin. Þessa sömu viku komst læknirinn að þeirri niðurstöðu að heilinn minn væri algjörlega hreinn og að engar varanlegar afleiðingar væru til staðar. Læknirinn sagði mér að hann væri ekki strúaður, en hann var hissa og sagði að þetta sannaði fyrir honum að Guð sé til. Og þannig, bræður og systur, get ég talað í dag, því Guð talar, því Guð lífir. Ég veitna allt þetta til að veita Guði okkar heiður og dýrð. Bræður mínir, ég vil vitna það að frá því ég var mjög ungur fæddist ég með sjónræn fötlun og eitt af loforðum Guðs í spádómnum var að ég ætti ekki að hafa áhyggjur af þessari fötlun, því hann myndi veita mér sigur og að það myndi ekki verða neinn hindrun í lífinu. Hann yrði stuðningur minn og styrkur. Hann myndi gefa mér visku og bræður. Þannig leyfði Guð mér að stunda nám, gaf mér efstu einkunnir í skólanum og síðan leyfði hann mér að komast inn í háskólan. Þrátt fyrir ótta við fötlunina þar sem ég sá ekki töfluna, þá var Guð alltaf með mér og hjálpaði mér í prófunum. Guð gaf mér hæfileika til að ljúka hverju fæi og þannig Guð hjálpaði mér svo ég gæti lokið stuðningsprófi og háskólagráðu, en Guð hélt áfram að segja að hann myndi halda áfram að mennta mig og þannig, bræður, leyfði Guð mér að sækja námsstyrk á latnesk-amerísku stigi og miskunn Guðs birtist þar vegna þess að Guð leyfði mér að fá þann styrk og stunda nám erlendis. Guð tók mig, hann leyfði mér að ljúka meistaragráðu og í gegnum hana, bræður og systur, skinn orð Guðs fram á ný vegna þess að hann leyfði mér að klára með hæstu einkunn
vorkunn og það fyllti mig mikilli gleði því jafnvel þótt vísindin segðu að föllun mín hefði 6 sjúkdóma í augum mínum þá átti föllunin að gera mig algjörlega blindan. Guð hefur verið að vinna verk sitt og hann hefur ekki leyft augum mínum að lokast eða að vera blindir. Jafnvel þótt vísindin segi að augum mín muni vera í myrkri þá það Guð sem dag frá degi og eins og hann hefur sagt mér í spádómi smám saman ætlaði að endurheimta sjón mína. Og frá því að ég var lítill bræður hefur Guð ekki leyft blindan að koma yfir mig og hefur stutt mig í þessu námi. Að loknu meistaranámi Guð sagði við mig og þú munt halda áfram að mennta þig og Guð leyfði mér í því landi sem ég bjó að sækja styrk til doktorsnáms en það var mjög flókið því kröfur landsins voru mjög háar og ég hafði ekki uppfyllt þær. En Guð sagði við mig, ég hef lofað þér, ég mun veita þér þetta og bræður mínir, Guð leyfði mér að fá doktorsnám og styrk til að einbeita mér að náminu. Nákvæmlega eins og fyrirspáin hafði sagt. Og bræður, Guð hefur stutt mig í doktorsferlinu, þess vegna hefur Guð leitt mig áfram. Gefið mér tækifæri til að kenna, leyft mér að birta greinar vegna miskunnsemi sínar og stuðnings. Og bræður mínir, fyrir stuttu lauk Guð ritgerðinni fyrir doktorsritgerðasverkið og á næstu dögum mun ég veri hana til að fá doktorsskráðu en allt þetta hefur verið til heiðurs og vegna miskunnsemi Guðs. Og bræður mínir, eins og ég sagði áðan, þá fæddist ég með föllun og hef 6 sjúkdóma og læknisfræði sagði að sjón minn myndi mjög fljótt glatast. En bræður mínir, nærri 30 hef ég enn ekki mist sjónina. Guð hefur stöðvað þessa sjúkdóma, stöðvað þróun þeirra og þrátt fyrir það sem læknisfræði segir, þá virkar orð Drottins með miklum krafti og stuðningi. Dag eftir dag sé ég hvernig augum mín verða ekki dökk og hvernig blinda kemur aldrei yfir mig. Því orð Guðs er blessað og stórkostlegt. Drottinn sagði mér líka að mig myndi aldrei skorta vinnu í lífi mínu, að hann myndi sjá mér fyrir öllu og þannig er það, bræður og systur. Fyrir nokkrum mánuðum leyfði Guð mér að sækja atvinnutilboð. Það voru aðeins fá störf laus allt land. Bræður og systur, Guð leyfði mér að vinna þetta starf og það var dásamleg upplifun því upphafi ferlisins gaf Guð mér draum þar sem ég birtist á lista yfir valda umsækjendur. Í gegnum allt þetta ferli studdi Guð mig, bræður og systur, og fyrir nokkrum dögum gaf Guð mér þessi tíðindi rétt eins og hann opinberaði þau mér í draumunum. Ég upplifði þau og þetta, bræður og systur, hefur verið mikil blessun. Ég vex sama Guð okkar vegna þess að hann hefur verið trúr á orði sínu. Hann hefur uppfyllt allt þetta sem hefur sagt mér frá barnæsku. Ég ber vitni þetta til heiðurs og dýrðar Guðs okkar.